Þá er stundin runnin upp. Ég byrja bjóða bæjarstjóra velkominn, svo og öðrum ágætum embættismönnum og á ykkur auðvitað, húseigendur og svo gestir þeirra. Ég ætla ekki að hafa mjög mörg orðum með áfanga sem það hefur þegar verið auðvistur, en ég ætla að byrja á því að óska ykkur til hamingju með hann. Þetta hefur verið allar kvöldir frá því 1991 í septembermánuði, 27. september, mikil ganga sem hefur þó náð þessum árangri sem við sjáum hér í dag. Og svona koma gengur til að vera allar í framtíðinni og ég sé ekki annar að við megum mjög vel við unna. Auk þess að þá hafa bæði embættismenn hjá Kópavogsstræti svo og pólitískir forráðamenn sýnt þessu mjög ríkan og góðan skilning sama hvar í flokki sem þeir standa og hafa sýnt okkur íbúum og þá auðvitað hópseigendum fullan skilning á því sem hér fram. Og eiga þeir allir saman mjög miklar þakkir skyldar. Í framhaldi af þessu sem hér er að gera við áframhald austur hér af þessum geymslum og það verður haldið áfram óslitið þar til við ljúkum þessu á árinu 1996. Hér á eftir þá ætlum við Sigurður að undirrita að þessu tilefni viðauka samning nr. 2 sem að innsiglar framkvæmdina til ársins 1996. Og ég ætla að byrja þá Sigurð þá leið að vera með til nýtahandar í því að opna gengurna þá með formlegum hætti svo öllum má verða ljóst, að liðnum má verða ljóst, bæði hér í Hamraborginni í Kópavogi og land allt, að Hamraborgin fara að breyta svip, hún farin að breyta ímynd út á við, Kópavogsklaustrar sjálfur farin að breyta ímynd út á við, miðbærinn að lokast innanfrá. Og vil ég þá á þessum orðum sögðum gefa þá Sigurði Geirdal orðið. Gjörðu svo vel. Góði gestir, það talaði við Þórið hafum 5 mínútur til saman til að halda ræðu og hann svona tali 4,5. Þannig að ég verð mjög snöggur. En ég vil fyrst og fremst segja það að ég fagna mjög þessari samstöðu sem við náðum hérna þetta verk allt saman. Það ekkert spurning það að þetta risavaxið verkefni. Og það mikið sem verk, þá hefur við tekist vel eftir að hún komið á stað og langan tíma komaði á stað. Og þess vegna vil ég þakka Þórið og ykkur í búanum hér fyrir að hafa staðið svolítið myndarlega að þessu og embættismenn bæjarins og þetta hefur náðið saman og hér að blasa við okkur fyrsti árangurinn. Ég ekkert í vafa það að það bæði betra og skemmtilega að búa í Hamraborgina eftir og þetta mun hækka eigninnar í verði. Og eins og Þórið segði, ég hef verið að reyna hér allan bæ, að færa og bæta bæinn og umferðina og allt þetta veigar mikið liðið í því. Og við óskum ykkur til hamingju með þennan áfram. Gerum við